Já, við erum stödd í Bík og breiddinni í rými sem heitir Hólf og Golf og Ásta er að taka á móti okkur hér. Ásta, takk fyrir að taka á móti okkur. Já, velkomin bara. Segðu okkur nú, Hólf og Golf, Já. hvað gerist hér? Hér erum við með allt til heimilsins, eins og nafnið ber með sér. Hér eru gólfefni, flísar, allt til baðherbergisins. Við erum með flott parkett til dæmis og já, bara frábæra þjónustu líka. Stílisti, það er eitthvað sem að þið eru líka með. Eitthvað sem að aðstoðar fólk við að breyta og bæta heima á sér. Yes. Við erum sem sagt með stílista. Ég sem sagt tek á móti fólki hér sem að er að byrja framkvæmdir, hvort sem að það er taka gólfefnin í gegn eða heilt baðherbergi eða hvað sem er, hvort sem það er stórt eða lítið. Ég hjálpa fólki af stað og hjálpa þeim að velja saman, því það er bara, þegar fólk er ekkert að standa í þessu á hverjum degi, þá er þetta bara erfitt. Og mikið úrval líka og svoleiðis, þannig að mjög mikið úrval og erfitt að velja bara hvaða stíl ætla ég að fara í og hvaða liti vil ég og ýmislegt svona, og líka svona aðeins hjálpa við bara að skipuleggja rýmið og svona, já. Svona ef það eru lítil rými og þú vilt hafa það vel skipulegt og svona, að þá er náttúrulega að gera að koma hingað og fá þá þjónustu. Algjörlega, og við erum líka með fagmenn sem að vinna hérna. Við erum með múrarameistara sem getur aðstofað og hér er málari og þú veist, innan veggja Bíkó er bara toppfólk sem vinnur hér og getur aðstofað í öllum deildum. Búið að sérhæfa sig og læra. Já, algjörlega. 3D-teikningar eða 3D á ensku. Þið eru með svoleiðis. Hvað getur þið sagt okkur um það? Já, til dæmis eins og ef ég er að hjálpa fólki að breyta rýminu eða fá sem mest út úr rýminu, þá teikna ég og þá er alltaf auðveldar að sjá, þú veist, hvernig þetta lítur út og hversu stórt, þú veist, stóra innréttingu get ég haft og get ég haft klósetti þarna eða, þú veist, það er miklu betra að sjá þetta út. Og líka bara ég seti inn liti og svona, þá er þetta bara miklu skemmtilegra að sjá, þú veist, hvernig þetta endalega útkoma gæti litið út. Af því að nú vill fólk mitt mismunandi stíl, það er annarkvort svart eða hvítt eða þessi dökki litur, eða það er fólk með mismunandi pælingar og það er gaman að sjá þetta myndrænt mitt og það er flott að vita þeirri þjónustu sem þið bjóðu upp á, en tekur þú þá að þér að teikna þetta upp, setja þetta upp í eitthvað forrit og sendur á fólk eða færið fólk til þín bara í stólinn fyrir fram að þig? Já, við ræðum nú yfirleitt saman bara þú veist hvað fólk er að spá og þau koma með bara grunnteikningu eða mála af baðherberginu og svo bara þegar ég hef tíma þá hendi ég þessu upp og sendi á. Já. Þannig að það er allt til alls hér, en segðu mig, hvað er svona í tísku í parketti og flísum og öllu þessu sem við þurfum nú að versla fyrir heimilið okkar? Já, það er eiginlega allt inn, þú veist, það er bara fólk með mismunandi stíla og hugmyndir sín heimili náttúrulega. Það sem er kannski nýtt í gólfefni í parkettinu, það er svona vínilparkett. Þau eru svona mýkri, þau eru náttúruvæn og já, það er svona það sem er nýtt í því. Flísarnar til dæmis, þær eru alltaf að stækka. Þessar 30-60 þær hafa verið mjög mikið og halda alveg velli, sko. En þú veist, nú er þetta að stækka, komið 60-60 til dæmis. Við erum mikið að vinna með það. Já, það er bara, og svo handklæðaofnar sem við vorum að fá í litum. Til dæmis í svörtu sem við erum með á lager, rosalega flottir. Við kannski kíkjum á þá eftir, eða ekki? Endilega, gerum það. Segðu mér Ásta, munurinn á parkettum sem í boði, eins og þessum plastparkett og svo talar vínilparkett. Hvað gerir vínilparkett eitthvað öðruvísi en hinn parkettin? Já, sko, þessi harðparkett og plastparkett, þetta er náttúrulega ekki náttúruvæn efni, þetta er náttúrulega bara allt unnið og yfirborðið er náttúrulega bara plast. Harðparkettið er reyndar mjög kannski þess slitsterkt og endist lengi, þannig að það er mjög vinsælt í dag. Já.
og verðin góð. Vínilparkettið það er til dæmis miklu mýkra, það er alveg vatnselt, umhverfisvænt. Þannig að og það er bara svona nýtt sem er að koma inn á markaðinn og bara spennandi að fá okkur nýtt. Einmitt, alltaf spennandi að fá okkur nýtt, en eins og fyrir barnafjölskyldur, nú kannski er ekki komin reynsla á þessi vínilparkett, eða ég veit það ekki, ég hef aldrei heyrt þau sjálf, en eru þau barnvæn upp á að það hellist niður og svona? Já, algjörlega, því að það er, eins og ég segi, þau eru alveg vatnselt, þannig að maður þarf ekki að vera hræddur það eins og kannski með harðparkettið. Og já, ég myndi algjörlega mæla með því. Og til í mjög mörgum litum eins og... Já, þetta er svona að byrja að koma inn, þannig að já, bara mjög flott, smart. Frábært. En eigum við að kíkja samt á handklæða ofnin? Já, eða ofnana? Já, ég verð endilega að sýna það. Ok, kíkjum. Já. Ásta, nú stöndum við fyrir framan vegg með 2 handklæðaofnum og það er appelsínugult og svart. Þannig að þeir eru greinilega til í ýmsum litum. Ýmsum litum, já. Og þeir eru orðnir öðruvísi heldur en hefur tíðkast í gegnum tíðina. Þeir eru orðnir miklu flottari. Já, miklu flottari. Og og bara í alls konar svona útfærslum. Já. Já, bara mjög skemmtilegt af því. Já, mjög flottir og já, einmitt, þeir eru svona... Bæði mattir og svona aðeins meira glans og alls konar áferðir. Já, allt sem hugurinn girnist í handklæðaofnum. Rétt í lokin, ég verð. Upp á heldið mitt. Hvað er þetta? Þetta er Mosaic, Andy Warhol, sem að við sérpöntum frá Danmörku. Alveg geggjaslega smart. Og þetta er bara, já, þú bara púslar þessu eða? Bara hver og einn, þetta kemur á mottum 30-30. Já, en hver og einn, flís er bara falleg, sko. Algjört augnakonfekt. Já, ég tók eftir þessu þegar ég labbaði inn, sko, þannig að ég varð að enda innslagi með þér á þessu, sko. Þetta vakti forvitni mína. Herðu, ég er margsvísari og fróðari hólf og gólf í Bíkó hjá ykkur og bara frábær þjónusta og ég sé að þú sinnir öllum kunnum af alúð, þannig að ég bara þakka kærlega fyrir að taka á móti mér og okkur. Sömuleiðis fyrir komuna. Takk.